dagskrá sem umræða frístundir í Reykjavík og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég var nú ekki alveg búin að átta mig að þetta væri næst á dagskrá. En viðfangsefni stjórnmálanna eru fjölbreytt og margslungin. Skipulag og byggingar og samgöngur og menntun og uppeldi og velferð og menning og mannréttindi og ýmislegt annað. Það eiginlega ekkert sem okkur óviðkomandi, ekki einu sinni frítíminn. Frítíminn meira að segja hápólitískt mál. Hann eitt af því sem við borgarbúar höfum ákveðið að takast á við saman. Við rekum saman frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, hitt húsið. Við erum með klúbbastarf og hverskyns frístundatilboð fyrir ólíka hópa í samfélaginu. Við erum með sérstaka klúbba fyrir fatlað fólk og félagsmiðstöðvar fyrir aldrað fólk og við erum með tilboð og úrræði með ólíku sniði og af ýmsum toga. Pólitískt og pólitískt. Við höfum svo sem tekist á hugtakið og þörfina fyrir afskipti okkar borgarfulltrúa af málum og ég hef engan áhuga á að stofna til einhverja sérstakra átaka það hér í dag til viðbótar við það sem við höfum tekið áður. En með pólitískt á ég við þá staðreynd að frístundir í Reykjavík eru að mjög miklu leyti háðar forgangsröðun og pólitískum áherslum borgarstjórnar. Frístundirnar eru að stórum hluta greiddar úr sameiginlegum sjóðum og það erum við hér sem að setjum rammann utan tækifæri og möguleika fólks til að njóta frístunda að minnstakosti að hluta. En sum pólitísk viðfangsefni eru oftar rædd heldur en önnur og endurspeglar fjöldi og lengd umræðna alls ekki mikilvægi málaflokkana og jafnvel síður en svo. Frístundir í Reykjavík hafa örsjaldan verið til umræðu hér í borgarstjórn og raunar miklu sjaldnar en efni standa til bæði í skóla- og frístundaráði og íþrótta- og tómstundaráði fyrir það. Ég man hreinlega ekki hvenær við ræddum frístundir hér í þessum sal síðast og ég veit svo sem upp á mig skömmina, það jú mitt líka að setja mál á dagskrá hér í borgarstjórn eins og annarra borgarfulltrúa. En batnandi fólki best að lifa og nú hef ég þó umræðuna þó fyrr hefði verið. Það af mörgu að taka. Við þyrftum að ræða svo margt og út frá svo mörgum hliðum. Við getum velt fyrir okkur frístundum út frá öllum fagsviðum borgarinnar í raun og veru og ábyrgðin á frístundunum, jafnvel þó að við höfum ákveðið sem borgarbúar að vinna þetta saman, að þá hún á allt of mörgum sviðum og hún allt of óskilgreind, ábyrgðin á þessu alltaf óskilgreind. Á skóla- og frístundasviði erum við með frístundaheimili og félagsmiðstöðvar og frístundaklúbba. Hjá ITR erum við með hitt húsið, þar erum við líka með íþróttir og bæði almenningsíþróttir og keppnisíþróttir, við erum með Siglunes og við erum með fjölskyldu- og húsdýragarðinn og sitt hvað fleira. Á velferðarsviði erum við svo með félagsstarf eldri borgara, staða fjölskyldna og aðstæður, skíðasvæðin, sundlaugarnar, útivistarsvæðin, menning og listir, það sem að fjölskyldur gera saman í frítímanum, það svona hist og her og hingað og þangað, menningar- og ferðamálasvið tekur hluta af því en ekki allt. Þannig að það alveg ljóst að frístundir fólks heyra undir í rauninni öll fagsvið borgarinnar og öll fagráð borgarinnar. Þó held ég að frístundir séu eiginlega ekkert ræddar í fagráðunum nema þó einna helst í íþrótta- og tómstundaráði og skóla- og frístundaráði en samt allt og sjaldan eins og ég sagði áðan. Börn, frístundir barna. Hvenær eru börn börn og hvenær eru börn ekki börn? Það ekkert mjög langt síðan að við ræddum hér vinnuskólan og það hvort að öll börn ættu að geta farið í vinnuskólan, hvort að 17 ára börn ættu að vera börn og þar með í vinnuskóla eða hvort að 17 ára börn ættu að vera út á vinnumarkaði og afla tekna eins og fullorðnir. Erum við aðlaga okkur að þeim breytingum sem voru gerðar fyrir ógeðslega löngu síðan að færa sjálfræðisaldurinn úr 16 ára og upp í 18? Hefur borgarkerfið eitthvað tekið mið af þessu? Það eðlilegt að 16 ára og eldri séu einhvers staðar annars staðar heldur en 16 ára og yngri? Og ætti þá ekki 18 ára og yngri að vera einhvers staðar annars staðar? Hvernig ætlum við að skilgreina þetta? Hefur það einhvern tímann verið rætt að það þurfi að skilgreina þetta? Höfum við einhvern tímann skilgreint þetta? Nei, við erum ekki ennþá búin að átta okkur á þessu eða nema einhver hafi átt samtali eða tekið ákvarðanir sem ég veit ekki af. Svo kemur það aftur. Eru frístundir eitthvað ólíkar eftir aldurshópum? Það eitthvað sem við
eigum að velta fyrir okkur. Ég meina, ættu sundlaugarnar að vera þá kannski á skóla- og frístundasviði fyrir börn upp að 16 ára aldri og vera svo á velferðarsviði fyrir eldri borgara? Ætti velferðarsviði að reka hluta af sundlaugunum? Nei, við eigum ekki að vera að gera greinamun á frístundum barna og eldri, ekki frekar en sundlaugum fyrir barna og eldri, menntun fyrir barna og eldri og svo framvegis. Við verðum að líta á frístundir sem frístundir og það ekki að mínu mati gott hvað við erum upptekin af því hversu gamlir viðskiptavinirnir innan gæsalappa eru. Væri það ekki best bara ef við værum með frístundirnar allar á einni hendi? Ef við nýttum þekkingu og reynslu frístundafræðinga sem ungan vaxandi fagstétt í þágu allra borgarbúa en ekki með ólíkum hætti eftir aldri eða eftir því við hvað verið að fást í frístundunum. Af hverju félagsstarf aldraðra velferðarmál? Ef það velferðarmál, ok, ef einhver kemur hér upp og útskýrir fyrir mér af hverju félagsstarf aldraðra velferðarmál, af hverju þá ekki félagsstarf fatlaðs fólks velferðarmál? Fatlað fólk fær jú þjónustu frá velferðarsviði, alveg eins og aldrað fólk fær þjónustu frá velferðarsviði, samt fatlað fólk hjá skóla- og frístundasviði þegar kemur að frístundum, en aldrað fólk hjá velferðarsviði þegar kemur að frístundum. Hver ákvað þetta? Enginn. Við erum að glíma við mjög úrelt kerfi þegar kemur að frístundum og við höfum ekki leyft okkur að skilgreina frístundir sem eitt spesifikt viðfangsefni með þarfir ólíkra hópa í huga, heldur erum við búin að flokka fólk niður í alls konar hópa og skella því inn á hin ýmsu fagsvið eftir því hvernig einhvern veginn hlutirnir voru áður en við föttuðum að frítíminn skipta okkur máli. Í byrjun árs 2011 kynntu forstöðumenn frístundamiðstöðva sína framtíðarsýn í íþrótta- og tómstundaráði og að mig minnir borgarráði. Þessi sýn var að margra mati mjög framúrstefnuleg og eitthvað sem hefði vel mátt ræða og gagnrýna, en að mínu mati finnst mér hún góð. Þau sáu fyrir sér að frístundamiðstöðvar sem þegar eru til og hafa mjög hæfu fólki á að skipa gætu tekið að sér stærra hlutverk í borgarkerfinu, þeir gætu þjónustað fleiri hópa. Það átti að vera í boði alls konar spennandi hlutir. Þau áttu að sjá sundlaugarnar og útivistarsvæði og skíðabrekkur í hverfum og íþróttaiðkun og fjölskylduviðburðir og hverfahátíðir og smiðjur og hljómsveitaraðstöðu og fleira. Þetta hefði krafist mjög róttækra breytinga og ekkert endilega eitthvað sem hefði verið hægt að gera strax. Tillögurnar voru ræddar, þetta í febrúar 2011 og örfáum vikum seinna var svo ákveðið að flytja, án þess að taka mikla umræðu það, að flytja frístundamiðstöðvarnar af íþrótta- og tómstundasviði yfir á skóla- og frístundasvið og skilgreina hlutverk þeirra aðeins fyrir 16 ára og yngri. Þó að það hefur kannski ekki verið formlega gert, að þá það samt þannig sem að frístundamiðstöðvarnar virka, þær þjónusta aðeins börn upp að 16 ára aldri, jafnvel þó að það séu einhver örfá tilraunaverkefni í gangi fyrir börn eldri en 16 ára, milli 16 og 18 ára. Þá það ekkert fast í hendi og það eru bara tilraunaverkefni sem eru háð mjög litlu fjármagni og fá mjög lítinn stuðning. Allt þetta var slitið úr samhengi við þó það sem áður hafði verið skilgreint sem frístundir, hitthúsið, Siglunes, sundlaugar, íþróttafélög og annað frístundastarf. Það var miður á mínu mati og allavega hefði þurft að taka umræðuna. En eina ferðina þarna verið að taka ákvörðun frístundastarf án þess að einhvern veginn líta á frítímann sem eitthvað eitt heildstætt viðfangsefni, heldur búta niður eftir einhverju öðru heldur en þörfum frístundarinnar. Það hefði alveg geta verið til bóta að færa frístundirnar inn á skóla- og frístundasvið. Það hefði alveg, og það var fólk sem talaði fyrir því, þó ég hafi verið í ósammála, að það hefði verið hægt að samþætta þarna skóla og frístund og frístundirnar hefði jafnvel getað fengið meiri sess heldur en ella, en það gerðist ekki. Það var þannig áður að frístundageirinn upplifði að hann yrði undir inn á íþrótta- og tómstundasviði, inn í íþrótta- og tómstundaráði voru umræðurnar oft þannig að þær snerust meira og minna bara íþróttir og mjög litlu leyti frístundir. Það var ítrekað kvartað yfir þessu bæði af starfsfólki og stjórnmálafólki sem vildi veg frístundarinnar meiri, en það var lítið sem gerðist, eitthvað þokaðist en lítið. Fólk batt vonir við að mögulega fengi frístundin meira vægi inn á skóla- og frístundasviði, en það hefur því miður ekki orðið. Áfram verður frístundin undir, hún hefur orðið undir, við förum í gegnum fundargerðir skóla- og frístundaráðs og við förum yfir það hvernig skóla- og frístundasviðið að vinna, að þá fær frístundin ekki þann sess sem henni ber sem ung og
hvað maður að segja, óþroskuð fagstétt, hún þarf á svo miklu meiri stuðningi að halda heldur en hún í rauninni fær og sérstaklega þegar hún með bæði leikskólana og grunnskólana sem eru svo sterkar og stöðugar fagstéttir sem að þegar eru til staðar. Það svo auðvelt að einhvern veginn kæfa frístundina með öllu því krefjandi starfi sem inn á leik og grunnskólanum og það því miður virðist hafa gerst inn á skóla- og frístundasviði. Það eru sem sagt ekki íþróttirnar sem kæfa frístundina, heldur núna skólarnir, leik- og grunnskólarnir. Og ég er ekkert að setja út á leik- og grunnskólana, ekki frekar en sett var út á íþróttirnar á sínum tíma. Það sem að þarf að gefa frístundinni jafn mikið vægi og hitt, ekki að draga úr vægi hinna þáttana. Ég vann hjá íþrótt- og tómstundasviði fram til ársins 2007. Ég hætti fyrir 7 árum síðan, næstum 2 kjörtímabilum. Þegar ég hætti var mikil vinna í gangi til að þróa og reyna að fá frístundastarf fyrir börn í 5. til 7. bekk viðurkennt sem sjálfsagðan hluta af starfi frístundamiðstöðva. Það þótti ekki eðlilegt að það væru frístundaheimili sem stæðu til boða fyrir börn í 1. til 4. bekk og að það væru félagsmiðstöðvar fyrir börn í 8. til 10. bekk en að það væri ekkert fyrir börn í 5. til 7. bekk. Þetta ennþá svona. Það hefur ekkert breyst. Það ennþá verið að vinna í því að reyna að tryggja fjármagn í félagsmiðstöðva og klúbbastarf fyrir börn í 5. til 7. bekk. Það hefur samt ótrúlega margt breyst. Fyrir utan það að við erum búin að átta okkur á mikilvægi frítímans sem sjálfstæðs hluta af lífinu, að þá hefur mjög mikil þekking bæst við bara það hvernig við vinnum með börnum og ungmennum og hvernig við getum stuðlað að bættri nýtingu frítímans. Börn eru miklu reyndari og klárari í dag heldur en þau voru fyrir einhverjum árum síðan. Það stöðugt að bætast í börn hafa miklu meira aðgengi að upplýsingum, þau þroskast hraðar og fyrr og sjálfsmyndin eitthvað sem við erum búin að átta okkur á að mótast miklu fyrr heldur en áður var talið. Starf fyrir börn í 5. til 7. bekk talið af fólki sem hefur unnið með börnum og menntað í uppeldis- og sálfræði ekki síður mikilvægt heldur en starf með börnum í 8. til 10. bekk. Samt hefur ekkert breyst. Árið 2014 hefur fjármagnið sama og ekkert breyst og starfsaðstæður í frístundamiðstöðvum enn eins og árið 2007. Þar verið að kreista út fjármagn í klúbbastarf öðru hverju fyrir börn í 5. til 7. bekk og þar af leiðandi lítil sem engin framþróun á sviðinu. Árið 2007 var starfsfólk ITR líka mjög hugsað yfir stöðu 16 ára og eldri. Hitt húsið frábært fyrirbæri og þjónar ungmennum vel svo langt sem það nær. En hitt húsið samt verkefnamiðað. Hitt húsið þjónar ungmennum sem eru reiðubúin til þess að fara niður í bæ til að vinna að hugðarefnum sínum. Við verðum að geta komið til móts við ungmenni í sínu nærumhverfi. Það verður að vera hægt að bjóða ungmennum upp á aðstöðu og umhverfi sem valdeflandi og býður upp á félagslegan fjölbreytileika. Árið 2014 hefur heldur ekkert breyst í þessum efnum. Líklega hefur orðið afturföru við eitthvað hvað þetta varðar því að jafnvel þó að einhver tilraunaverkefni sé í gangi í hverfunum. Íbúðin frábært fyrirbæri til dæmis í Frostaskjóli eitt herbergi sem að ungmenni hafa eftir 16 ára eldra, svona getið talið upp. En frístundamiðstöðvarnar hafa rosalega lítil efni og rosalega litlar aðstæður til þess að sinna þessum aldurshópi og til þess að bæta gráu ofan á svart hafa tengslin á milli hins hússins og hinna frístundamiðstöðvarna verið rofin vegna þess að hitt húsið var skilið eftir á íþrótt- og tómstundasviði og meðan frístundamiðstöðvarnar eru inn á skóla- og frístundasviði. Samskiptin þarna á milli eru enn minni heldur en áður sem ekki gott vegna þess að þarna á að sjálfsögðu að vera samstarf það hvernig við getum þjónustað börn upp að 18 ára aldri eins vel og hægt Árið 2007 var ítrekað farið yfir áhyggjur starfsfólks frístundamiðstöðva yfir þeim aðstöðumun sem til staðar í borginni þegar kemur að frístundastarfi. Börn sem þurfa á stuðningi að halda í frístundaheimilum fá hann eins almennilegan og mögulegt en þegar sömu börn fara í 5. bekk, þegar þau eru búin með 4 ár í frístundaheimili, þá fá þau engan stuðning til frekari ástundunar í félagsstarfi. Þetta var eitthvað sem við gagnrýndum og var gagnrýnt og var viðfangsefni fagfólks og stjórnmálafólks þegar ég hætti 2007. Árið 2014 hefur ekkert breyst. Frístundastarf fyrir 5. til 10. bekk því aðeins fyrir börn og unglingar sem ekki þurfa á stuðningi að halda, nú eða það mikið fötluð börn að þau geti tekið þátt í sértæku frístundastarfi fyrir fötluð börn.
Engar aðstæður eru til þess að blanda félagslega á þessu sviði annaðhvort stundarbörn frístundir fyrir fatlað fólk eða frístundir fyrir ófatlað fólk. Þetta í algjörri andstöðu við stefnu borgarinnar gegn aðgreiningu. Ég held, forseti, að ef við myndum ræða frístundir oftar á pólitískum vettvangi, og nú ég bara búin að tæpa á í rauninni 3 liðum af mjög mörgum sem við þurfum að ræða þegar kemur að frístundum, að þá væri þróunin kannski hraðari. Það auðvitað þannig að breytingar verða ekki án pólitískra afskipta og pólitísk afskipti kom ekki af sjálfu sér. Við verðum að láta okkur málin varða og það í miklu meira mæli heldur en við höfum gert fram til þessa. Það náttúrulega algjörlega óskiljanlegt að við séum með 2 fagsvið sem að fást við samskonar eða sambærileg viðfangsefni og hafa það meira í nafninu sínu. Við erum með 1 frístundasvið og 1 tómstundasvið. Hver er munurinn á frístundum og tómstundum? Getur einhver útskýrt það fyrir mér hér? Væri ekki best að þetta væri á einni hendi, og nú ég ekki með svör við öllu og ég ætla ekki að fara að skilgreina það hvað á að vera á hverju sviði, en það alveg greinilegt að við erum ekki að nálgast frítímann sem það mikilvæga pólitíska og stjórnsýslulega fyrirbæri sem hann er. Við þyrftum að hlusta í ríkari mæli á sérfræðinga borgarinnar í málefnum frítímans og við þyrftum að reyna að vinna að því sem að þeir leggja til. Eins og hér hefur sem sé komið fram að þá ég bara svo að það sé á hreinu mjög skeptísk á þær stjórnkerfisbreytingar sem að hafa átt sér stað á kjörtímabilinu. Ég upplifi ekki að frístundin hafi fengið það vægi sem henni ber með flutningi hlutinnar yfir á skóla- og frístundasvið. Ég held frekar að þetta hafi komið í veg fyrir þá þróun sem að hefði geta verið farsæl fyrir frístundir borgarbúa. Ég hef áhyggjur af málaflokknum. Ég hef áhyggjur af pólitísku afskiptaleysi og af því að ekki sé jarðvegur fyrir málaflokkinn til að vaxa og dafna, þróast og þroskast. Ég hef áhyggjur af því að dýrmætt fagfólk fá ekki nægilegan stuðning og ekki nægilega næringu til þess að þróa málin áfram og tryggja að borgarbúar geti notið uppbyggilegs og skemmtilegs frítíma. Sjálf heiti ég því, og ég ítrykka að auðvitað veit ég upp á mig skömmina, ég heiti því að setja frístundir oftar á dagskrá og reyna að stuðla að frjórri jarðvegi, betri aðstöðum, auknum áhrifum fagfólks og auknu fjármagni. Ég skora á ykkur borgarfulltrúar til þess að gera slíkt hið sama. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti og kæru borgarfulltrúar. Já, ég vil bara byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Sóley Tómasdóttir fyrir að setja máli á dagskrá og geta alveg tekið undir að það bara mörg atriði eins og frístundir sem að mætti ræða oftar og þeir sem hér sitja allavega þekkja svo sannarlega minn áhuga og reynslu af slíku starfi. Nú, borgarfulltrúinn fórum víðan völl og það bara gott. Það var mikill gagnrýnistónn í mörgu en mér langar það bara svona strax aðeins að byrja að fara yfir það sem var talað hér og við höfum ekkert að vera feimin við að ræða það þegar við höfum staðið fyrir stjórnkerfisbreytingum eins og við gerðum. Ég get alveg skilið að, og ég hafði jafnvel sjálf áhyggjur á sínum tíma eða svona, það vafðist þungt fyrir mér þegar við ætlum að breyta því að það bara oft þannig að við erum dálítið hrædd við að fara til breytingar en ég bara ósammála borgarfulltrúanum að það hafi verið stöðnun á þróun frístundastarfs í borginni. Frístundaheimilin okkar eru sívaxandi og þar í auknum mæli fagfólk. Nú, það sem hefur gerst ofan á starfið til dæmis að við erum farin að standa fyrir gæðamæti frístundastarfs og erum að skoða það í auknum máli í samvinnu við TOR sem okkar deild innan skóla frístundastarfs sem mælir bæði líðan og árangur og breytingar í skóla, leikskóla og frístundastarfi að mér finnst það mjög mikilvægt því að það hefur kannski, þegar ég starfaði innan frístundarinnar þá kölluðum við oft eftir og við vildum hafa meiri mælanleg markmið og geta fylgst meira með framþróun og þess vegna held ég að þetta geti ekki annað en verið framþróun til að geta sýnt fram á mikilvægi frístundastarfs, til að geta sýnt fram á að það skiptir máli. Nú, það vissulega sagt að það hefur kannski ekki mikið aukist það fé sem að fara í málaflokkinn og það þykir mér auðvitað miður en það bara staðreynd held ég að nánast alla málaflokka og við vildum vilja sjá að geta aukið við starf þegar kemur að þessu málaflokki. En mér langar líka bara aðeins að fara yfir hvað
frístund vítt hugtak eða tómstund. Það þetta bara eitthvað sem við getum alltaf rætt og ég byrjaði að vinna sem tómstundafræðingur og síðan útskrifuð sem frístundafræðingur. Það skiptir ekki öllu. Ég held að við vitum samt innst inni hvað þetta þýðir og ég held að borgarbúar í auknum mæli viti hvað þetta skiptir miklu máli. Nú, við þekkjum það til að frítíma eða frítímaþjónusta hefur ekki verið lögbundin en engu að síður höfum við oft talað það hér í þessum sal að þetta þjónusta sem við teljum í rauninni nauðsynlega fyrir barnafjölskyldur, fyrir börn og ungmenni í borginni og í sveitarfélögum. Og ég fagna því mjög að ég veit að það einhvers konar vinna í gangi upp í ráðuneyti það að reyna að setja belti og axlabönd utan þetta starf sem frístund En frístund, það svo margt fyrir þá sem ekki þekkja til. Það getur komið inn á, við erum með félagsmiðstöðvar eins og kom hér fram, frístundaheimili. Við erum að sinna eldri borgurum eins og borgarfulltrúinn kom inn á. Nú, ég held að við erum að auka við 16 ára og eldri starf og Sóli Tómasdóttir borgarfulltrúinn nefndi hér íbúðina ungmennahús og ég þykist alltaf að hér sitji ungt fólk sem einmitt tengist því ágæta verkefni, þannig að það bara mjög gott að þau séu hér og fylgist með því sem fer fram. Vissulega mætti vera meiri kraftur í þessu. Það ekkert leyndarmál. Ég held að allir sem þekkja mig og mín borgarstörf vita að ég brenn fyrir því að það verði látin að fari aukin þróun og aukin kraftur í þennan málaflokk. En það bara þannig að fjármagn kannski hefur verið á skornum skammti og þess vegna höfum við haldið okkur höndunum að vera að auka við þjónustu borgarinnar, þótt að vissulega þykja mörgum okkur hún sjálfsögð. Og ég held samt að þetta það sem koma skal, þróun þess að sveitarfélög skilgreini einhvers konar þjónustu fyrir þennan aldurshóp. Nú þurfum við að takast á það hvort að þetta ætti kannski að vera 16 til 18 ára sem við þurfum að hækka aldurinn upp í, eða hvort við eigum að fara víðar í þessu. Ég alveg til í þá umræðu. En ég sammála borgarfulltrúnum Sóli Tómasdóttir að við þurfum að kannski að taka þessa umræðu fastar hvað varðar að börn jú lögráða þegar þau eru 18 ára. Þannig að þessi hópur milli 16 og 18 vissulega, við þurfum að skilgreina hann betur. Þar kemur sú stefna sem vonandi verður hér tekin fyrir fljótlega í sal borgarstjórnar, stefna ungt fólk. Þar þurfum við að kveða á það og í henni kemur það vissulega fram og mun koma fram að við þurfum að sinna allavega ungu fólku upp í 18 ára með einhvers konar frístundatilboðum sem skipulagt á hendi borgarinnar. Þannig að þar held ég að við borgarfulltrúar getum verið sammála. Hér talað að það eru mörg fagsvið með þennan hóp eða þetta hugtak og þjónustu, frítíma á höndum. Ég get alveg verið sammála því, kannski ættum við bara ekki að vera með neitt svið. Ég veit ekki, kannski á að vera fjölskyldusvið sem sinnir þessu öllu, kannski á að vera bara eitt frítímasvið sem kemur að þessu öllu. Ég bara algjörlega til í þá umræðu að hafa sundlaugar og félagsstarf eldri borgara og allt það á sömu hendi. Bara ég til í það og vona bara þessi umræða haldi áfram að fara út í það. Mér finnst mikilvægt að við nefnum hér félagsstarf fyrir öryrkja og fatlaða eins og við nefnt hér. Nýlega kom í ljós könnun, hvort það var ekki á höndum Öryrkjabandalagsins, að öryrkja og fatlaðir að helmingur þeirra 50% í einhverju virkni og 50% ekki neinni virkni og það þetta mjög alvarlegt og með það að leiðarljósið eigum við svo sannarlega að skoða betur hvort við gætum verið að virkja saman það góða starf sem fer þá undir nafninu velferðarsvið. Það bara nafn en það stórt svið sem sinnir góðu starfi og svo ITR, hvort að þau geti fundið einhvers konar tómstundatilboð og aukið við þau. Nú það bara ekkert leyndarmál og ég hef áhyggjur af því að til dæmis í hinu húsinu kemur mikið af fólki í frístundastarf fyrir fatlaða og þegar það komin á vissan aldur þá geta þau ekki lengur sótt það starf og ég hef heyrt í fólki sem þá þjónustu sækir og það hefur áhyggjur af því. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að setjast niður og sjá hvort að þetta virkja sjálft fólkið. Þetta fólk sem kannski komið orðið fertugt og hvort við getum aðstoðað það við að verða virkar í sínu daglega lífi. Mér finnst það mjög mikilvægt. Til þess eru líka frístundaráðgjafar. Í auknum mæli þá eru frístundaráðgjafar sem eins og kom hér fram, sem mjög stétt sem að stækka og í reyndinni upp á menntavísindasviði það fag sem að mest sótt núna. Þannig að við þurfum svo sem ekki að hafa áhyggjur af því að fagmennskan sé ekki bara að fara upp á við í þeim
efnum. En það alveg staðreynd að frístundaráðgjafar að sækja í starf að vinna með eldri borgurum og að vinna í ekki bara þessum þröngu skilmálum sem ég þekkti hérna áður fyrir þegar ég fór í þetta nám sem tengdist mest félagsmiðstöð. Þannig að, já, hér við þurfum líka að nefna það sem að borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir kom inn á, það sem kemur að frítíma án aðgreiningar. Og ég var nú bara einmitt á fundi sem tengist í gær, þar sem við þurfum að spyrja okkur spurninga út í það, nú þegar við rekum skólakerfi sem að vissulega án aðgreiningar. Og það bara næsta verkefni. Nú verðum við að muna að það ekki langt síðan að málefni fatlaðra komið yfir okkar hendur. Þannig að, og væntingarnar svo sannarlega komið frá fólkinu sem býr við einhvers konar fötlun og ég skil það vel, það vantar mikið upp á þegar kemur að frítíma fatlaðs fólks. Þannig að þetta umræða næst á eftir skóla án aðgreiningar, frítíma án aðgreiningar og hvernig viljum við sjá það og það liggur fyrir skýrsla sem á eftir að kynna sem að fer heilmikið inn á það og ég vil að við eigum góða umræðu það. En frítími það sem að gerir okkar líf skemmtilegra, það eitthvað sem að þroskar börnin okkar, við sjáum það í frístundaheimilum, við sjáum það iðkað í félagsmiðstöðum, við sjáum það iðkað í frístundamiðstöðunum sem hér hafa verið nefndar og ég alveg sammála borgarfulltrúanum eða í þeirri umræðu sem kom hér fram áðan að það liggur fyrir sýn á hvernig við viljum sjá frístundamiðstöðvar. Þessi sýn sem að frístundamiðstöðvar mótuð og bara mjög smart og spennandi og getur verið spennandi fyrir fjölskyldukonur og fjölskyldufólk eins og mig, að það eitthvað sem við eigum að skoða. Vissulega kom hún fram þegar við vorum að skera niður og þá vorum við kannski hrædd við að stíga skref í frekari framþróun, eins og kannski bara í sömum öðrum málaflokkum. En við eigum algjörlega að halda þessari umræðu opinni. Ég vil þó nefna bara því til taks að þarna inn á skólafrístundasviði þá fólk inn á sviðinu sem heldur sérstaklega utanum mælir og stikar við hvaða málaflokka talað því að það eru vissulega málaflokkar sem aðeins minni, þú veist, tónlistarskólarnir, dagforeldrar og annað. Það þýðir ekki það að þeir séu mikilvægir. Stundum eru sumir málaflokkar aðeins fyrirferðar meiri, en bara svo því sé haldið til taks að þá virkilega verið að mæla það og skoða það og reyna að fylgjast með því sem bestu, þannig að öllum verði mætt. Mér finnst mikilvægt að það komið fram að því að ég hef spurt eftir þessu og hef hreinlega fengið og séð mælingar svart á hvítu hvernig þessi umræða fer fram. Ég held að ég sé nú bara kannski fara yfir víðan völl að svo stöddu, en mér finnst núna kannski bara lík máli mínu á því að mér finnst mikilvægt að við sem að skoða þennan 16 ára eldri hópa því að hópurinn að kalla eftir honum. Síðustu viku var menntaskóli í borginni sem að taldi að þau væri ekki í þeirri aðstöðu að geta verið að halda úti áfram böllum og ungmenni hafa kallað eftir að það sé vettvangur þar sem til dæmis ekki áfengi eða önnur vímuefni við hönd og mér finnst það mikilvægt núna þegar við horfum fram á verkfall hjá þessum viðkvæma hópi að við skoðum það alltaf að halda þessu starfi áfram og það hætti að vera þróunarstarf og verði eitthvað sem hægt að móta framtíðarsýn til framtíðar, en bara hlakka til að heyra meira það sem kemur að frístund hérna í sali Borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Þetta mikilvæg umræða hér í borgarstjórn, sem sagt frístundir fólks, en mig langar til þess að segja það að mér finnst frístundir vera afar mikilvægar fyrir fólk á öllum aldri og eiga í rauninni heima á öllum sviðum borgarinnar. Við verðum að passa okkur á því að hólfa okkur ekki niður og tala bara frístundir innan skóla og frístundasviðs eða eins og kannski þar sem þeir áttu heima upphaflega í íþrótta- og tómstundasviði. Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi talaði það hér í sinni ræðu frístundir eldri borgara, af hverju þær væru á velferðarsviði. Ástæðan sú að kannski eldri borgarar og málefni þeirra hafa ætíð verið skipulögð í notendasamráði áður en notendasamráð var til.
og eldri borgarar hafa sjálfur svolítið ákveðið hvar þeirra málum sé best fyrir komið og þegar þeir þurfa á þjónustu að halda í sínu lífi þá vilja þeir fá heildstæða þjónustu sem að tekur til lífsins en ekki búta það niður eftir ákveðnum þáttum. Eldri borgarar langflestir eru hins vegar bara fyrst og fremst virkir samfélagsþegnar og taka þátt í ýmiss konar lífi og starfi borgarinnar og öllum sviðum þess. Og það er ekkert velferðarmál. Líf eldri borgara er ekkert velferðarmál. Þeir fara í sund og það er ekki af ITR og þeir stunda félagsstarfsumir. Það er sumt rekið af velferðarsviði, sumt er rekið af korpúlfum, annar rekið af félagi eldri borgara. Svo er þeir bara í golfi og utanlandsferðum og bara gera allt mögulegt. Þeirra frístundir eru bara margbreytileikar eins og þarfir þeirra eru margar. Þannig ég held að það skipti ekki máli hvert svið heiti og við eigum ekki að vera að hugsa verkefnið út frá sviðum borgarnar heldur þörfum borgarbúa. Og aldraðir hafa svolítið sett sín mál inn á velferðarsvið vegna þess að þeim flestum alltaf fyrst og fremst umhugsað þarfir eldri borgara sem þurfa aðstoð að halda í lífi sínu. Og þá það velferðarsvið sem veitir það og lög félagsþjónustu sveitarfélaga og lög málefni aldraðra kveða á ýmiss konar stuðning við aldraða í sínu daglega lífi og það meðal annars félagsstarf. Þannig að það kannski var upphaflega sett á öðrum forsendum en frístundastarf barna og ungmenna. En eins og ég sagði þá eru málefni eldri borgara, hvort sem það frístund eða eitthvað annað, þá það bara alltaf skipulagt með notendasamráði og ég held að þjónustuhópur aldraðra sem hefur verið í lögum frá 1991, að hann hafi bara ætíð verið hann hefur alltaf verið skipað meðal annars með fulltrúum eldri borgara og eins og ég segi, það var áður en hugtakið notendasamráð var til, bara eldri borgarar hafa þetta svona. Það borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka málshefjanda Sóleyju Tómasdóttur borgarfulltrúa kærlega fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Þetta mikilvægt mál sem við svo sannarlega mættum ræða oftar hér í borgarstjórn en ræðum þó afar mikið á vettvangi skóla- og frístundaráðs hvað svo sem að fullyrðingum borgarfulltrúans líður. Þetta get ég sagt vegna þess að senn lýkur veru minni hér í borgarstjórn en einn af allra skemmtilegustu dögum sem ég hef upplifað í þessu starfi var dagurinn 15. apríl árið 2013 en þá var ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að stýra málþingi eða ráðstefnu þar sem að útskriftarnemendur á menntavísindasviði Háskóla Íslands, útskriftarnemendur í tómstunda- og félagsmálafræði kynntu sín útskriftarverkefni. Og þetta var ansi stór hópur ungs fólks. Þessi ráðstefna hét Við erum framtíðin og gæti hljómað yfirleitisfullt og jafnvel hrokafullt í eyrum einhverra en átti svo sannarlega við. Þetta nám ótrúlega innihaldsríkt og fjölbreytt. Það mjög mikill vöxtur í þessu námi og sem mjög ánægjulegt, ekki síst vegna þess að áhyggjur á menntavísindasviði Háskóla Íslands hafa undanfarin misseri aðalega verið að fækka nemenda í leikskóla kennarafræðum og grunnskóla kennarafræðum en það ekkert lát á aðsókn og vexti í þessu frábæra námi. Mjög mikið af þessu unga fólki sem stundar nám í tómstunda- og félagsmálafræði að vinna hjá okkur eða hjá öðrum sveitarfélögum hér í nágrenninu í annaðhvort félagsmiðstöðvum eða í frístundaheimilum. Það hefur auðvitað mjög mikill vöxtur verið í þessari starfsemi hjá borginni undanfarin ár og ég innilega sammála málshefjanda hér í dag mikilvægi frístundanna og að við mættum gjarnan ræða þær eins oft og við mögulega getum en ég afar ósammála því að þessi stöðnun, ef eitthvað þá ofvöxtur í þessu starfi okkar. Eitt dæmi að börnum í frístundaheimilum hefur fjölgað 33% á 4 árum. Það þriðjungsfjölgun.
og þessu hefur verið mætt með mjög miklu snarræði og mjög snjöllum lausnum, því eins og við vitum þá hefur ekki verið gert ráð fyrir starfsemi frístundaheimila í skólabyggingum, ekki nema þeim allra nýjustu, þannig að það hefur maður gengið undir manns hönd til þess að leysa úr þessum húsnæðisvanda og við erum sífellt að standa okkur betur í því og erum fyrr á ferðinni en ella, eins og staðan allavega hefur verið undanfarin haust. Og við erum auðvitað bara mjög stolt af því að þessi fjölgun, hún er umfram þá fjölgun sem er að verða í barnahópnum okkar almennt. Það er að segja, foreldrar eru virkilega ánægðir með þjónustu frístundaheimilana, líta á þjónustu frístundaheimilana sem sjálfsagða viðbót við skóladag yngstu barnanna. Í því birtist þessi fjölgun, í því birtist líka mjög mikil aukning, mjög mikil vöxtur í ánægju foreldra með viðfangsefni frístundaheimilana, með líðan barna þeirra í frístundaheimilum, með fagmennskuna í frístundaheimilum, með viðmót starfsfólks og svo framvegis. Ég ætla að fá að taka undir með borgarfulltrúa Björku Vilhelmsdóttur það að við erum ein borg. Borgarbúar almennt eru held ég ekki mjög uppteknir af stjórnkerfisbreytingum í sjálfu sér. Þeir gera kröfur til þess að yfirbygging okkar sé eins lítil og hægt að þjónustan sé samfelld og samhæfð, að við séum að tala einum rómi, að það sé heildstæð sýn, til dæmis á málefni eldri borgara, til dæmis á málefni fjölskyldna og það sér það auðvitað hver að fyrir dæmigerða barnafjölskyldu Reykjavík þá getur það ekki verið óskynsamlegt að málefni skóla, leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila og félagsmiðstöðvarstarfs sé undir sama hatti og undir sömu stefnumótun. Því að þetta eru börn í sömu fjölskyldunum. Við erum gjarnan með fjölskyldur sem eiga börn á báðum skólastigunum og í frístund og eitt barn á unglingastigi. Þannig að það er mjög mikilvægt að við skipum málum okkar þannig hér í þessari góðu höfuðborg okkar að við séum að gangi takt með það sem það sem skiptir barnafjölskyldur hvað allra mestu máli. Og rétt eins og varaformaður skóla- og frístundaráðs og formaður ITR fór yfir, þá höfum við fylgst mjög grannt með því að það halli ekki á neinn. Auðvitað er grunnskólinn fyrirferðarmestur, þar eru flestir inni, flestir starfsmenn og flest börn, ef svo má segja. Og leikskólinn tekur sitt pláss og frístundin tekur sitt pláss, en svo má ekki gleyma því heldur að það sem kemur leikskólanum við, kemur frístundinni við, það sem kemur frístundinni við, kemur grunnskólanum við. Og leikskólinn hefur sterka skoðun á starfi grunnskólans og frístundarinnar og á að hafa hana. Og grunnskólinn hefur sterka skoðun á frístundinni og á að hafa hana. Það er ekkert hættulegt. Ef við lítum svo á að það eigi að byggja múra á milli þessara fagstétta, þá erum við í afar vondum málum. Því að við erum núna síðustu árin búin að vera að brjóta á niður mjög þessu starfi til bóta. Ég ætla að taka nokkur dæmi. En við erum að vissulega samhæfa mjög krafta starfsfólks borgarinnar sem hefur einhverja sérhæfingu. Og það á jafnt við hvort sem fólk er staðsett út í hverfunum og er að vinna á gólfinu með börnunum eða hvort það er að vinna á skóla- og frístundasviði hinu miðlæga. Og ég geti nefnt dæmi afar metnaðarfulla stefnu í til dæmis fjölmenningarlegu skóla- og frístundastarfi sem er í lokadrögum og hefur verið í vinnslu allt frá upphafi kjörtímabils. Ég get nefnt foreldravefinn, þar sem allar upplýsingar allt sem við kemur börnum frá 0 til 16 ára í Reykjavík er að finna. Við erum að vinna stefnu fyrir bæði skólastigin og auðvitað frístundina hvernig sporna má gegn óæskilegum áhrifum staðalmynda á börn og ungmenni og þar nýtur grunnskólinn og frístundin svo mikið góðs af því að við séum að horfa sameiginlega á þessi mál, því það er ekki síst í frístundinni sem við getum unnið gegn þessum óæskilegu áhrifum staðalmynda og aðjafnrétti og aukinni og upplýstri umræðu, en grunnskólinn svo sannarlega er þar að njóta góðs af nábýlinu við frístundina. Vinsælegt samfélag, samstillt átak allra sem vinna á skóla- og frístundasviði til þess að stuðla að bættri líðan og til að draga úr einelti með ótrúlega jákvæðum árangri síðustu ár. Margvíslegar umbætur í mannauðsþjónustunni á þessu stóra sviði sem hefur verið afar lofsamlega tekið og þar sem við getum verið að nýta saman og ekki síst bjóða stjórnendum og öðrum sem að starfa hjá okkur upp á að læra hvert af öðru. Nú erum við sannkallað lærdómssamfélag og það birtist meðal annars í því að hvergi hjá borginni meiri starfsánægja en hjá skóla- og frístundasviði og hún hefur farið vaxandi frá því að sviðið var stofnað.
Ég get nefnt dæmi mötuneytisþjónustuna þar sem verið að skoða allt frá síðdegisræsingunni í frístundaheimilunum og í hádegismatinn í leikskólanum og yfir í hádegismatinn í grunnskólanum. Þarna borgin algjörlega gangi í takt. Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi talaði tölfræði og rannsóknarþjónustuna. Við erum að mæla mjög marga þætti í frístundastarfinu núna sem við gerðum ekki áður, sem gríðarlega gagnlegt tæki fyrir starfsfólk frístundaheimilana og félagsmiðstöðvana. Við erum líka að vinna að þessu gæðamati sem ekki síst vegna þess að þarna þá samankomið fólk sem hefur einlæga ástríðu og mjög mikla sérþekkingu á því hvernig við vinnum að gæðamati, hvernig við mælum og metum gæði. Og þetta í allra fyrsta sinn á Íslandi sem við vinnum sérstök gæðaviðmið sem alltaf gríðarlega mikilvægt verkfæri fyrir starfsfólk í frístund, hvort sem það að vinna með unglingum eða börnum eða 10–12 ára. Hvernig það metur sín gæði til þess að það geti leitt til umbóta. Ég til dæmis fór yfir þessa vinnu og þessar hugmyndir okkar mat og gæðum frístundastarfs, fór yfir þetta með þessum vormönnum Íslands á ráðstefnunni, útskriftarnema ráðstefnunni í tómstunda- og félagsmálafræðinni í Háskólanum, og þar voru þátttakendur afar jákvæðir og töldu þetta allir hafa mjög mikið að segja það hvernig þeir innu sína vinnu og hvernig umbætur færu fram í frístundinni. Nú, frístundastarf án aðgreiningar, það bara skal tekið undir það hér að við verðum að gera betur í því. Nú á leiðinni inn í skóla- og frístundaráð á allra næstu vikum skýrsla starfshóps sem hefur verið að vinna frá því að sviðið tók til starfa. Þá fóru mjög margir starfshópar af stað þegar sviðið tók til starfa, þar sem við vorum svona röntgenlýsa dálítið marga þætti í frístundastarfinu, þar sem við nutum góðs að þessu nábýli við leikskólan og grunnskólan. Og einn af þeim hópum að skila frístundastarf margbreytileikans eða frístundastarf án aðgreiningar, og þar vitum við að úrbóta þörf, en við höfum jafnframt séð síðustu misserin mjög mikla framþróun í því hvernig til dæmis börn í frístundaklúbbum og börn í Klettaskóla að taka sífellt meiri þátt í samfestingnum, í stíl, í samfélagsballinu, öllu þessu, og þetta höfum við verið að þróa áfram hjá okkur. Nú talandi þróun, þá safnfrístund eitthvað sem okkur finnst mjög spennandi þróun, og þeim heimilum hefur fjölgað úr 1 í 3 á síðustu misserum. 10–12 ára starfi, það ekkert launungamála. Við viljum gjarnan gera betur þar, hafa meiri opnun, hleypa meiri krafti í það starf, því að það kemur líka fram í nýlegri og eiginlega fyrstu könnun til foreldra það hvaða álit þeir hefðu á 10–12 ára starfi, að við megum kynna þetta starf miklu betur og foreldrar vilja meira af því. Það vitum við núna, vegna þess að við erum núna komin með þessi mikilvægu mælitæki sem að tölfræði- og rannsóknarþjónustan og skóla- og frístundasviðið býr yfir. En það verður að segjast eins og að það mjög margt sem við teljum okkur hafa þurft að setja fjármagn í og forgangsraða nú þegar að mörg ár af hagræðingar aðgerðum að baki, og á meðan við erum á sama tíma að stórauka framlög til frístundaheimilana vegna þessara miklu barnafjölgunar sem staðreynd hjá okkur, þá hefur verið býsna erfitt að koma til móts við aukin framlög í 10–12 ára starfi. En vonandi sjáum við fram á bjartari tíma þar. Nú, ég vil líka nefna samstarf út í hverfum sem á nýju sviði við höfum lagt alla áherslu á. Ég vil nefna Vesturbæjarfléttuna og Breiðholtsbylgjuna, og ég vil nefna samstarfsverkefni okkar mál, þar sem að leikskólafólk, grunnskólafólk og starfsfólk í frístund tekur höndum saman að brúa bil á milli leik- og grunnskóla, þar sem að verkefni 1, 2 og Fellaskóli, þar sem að 1. og 2. bekkur í Fellaskóla fær í rauninni mjög mikið framboð af uppbyggilegu frístundastarfi sem að hefur skipt gríðarlega miklu máli í þeim skóla, og eitthvað sem að draumur okkar í borgarstjórn hefur lengi staðið til að koma þannig betur til móts við íslensku kennslu og félagsfærni barna í Fellahverfi með því að njóta krafta þessa frábæra starfsfólks okkar sem með tómstunda- og félagsmálafræðimenntun. Nú, við erum líka með samþættan skóla- og frístundadag á 5 stöðum í borginni, allt með svona frekar ólíku sniði, en mjög gaman að fylgjast með því. Við höfum gert betrumbætur á umhverfi starfsfólksins okkar í frístundinni, þar að segja við erum núna að tryggja fleiri heilsársstörf
Það er að segja þeir sem vinna hjá okkur í vetrarfrístund og halda svo áfram og vinna hjá okkur í sumarfrístund. Þarna var áður fyrr skapaði svona dálítið gap bæði á vorin og haustin sem var ekki til fyrirmyndar fyrir okkur sem atvinnurekanda og við höfum tryggt þetta betur og betur með hverju árinu sem líður. Nú, við erum með þróunarsjóð núna til skóla og frístundastarf sem skiptir ekki litlu máli. Það er í allra fyrsta sinn sem að frístundageirinn hefur tækifæri til þess að sækja í þróunarsjóð, sérstaklega fyrir sitt starf sem er mjög mikilvæg viðurkenning á því hvað gegna miklu og ríku hlutverki í öllu uppeldi og öllum aðstæðum unglinga og barna og þau hafa svo sannarlega nýtt sér það vel, starfsfólkið okkar í frístundinni og ekki má gleyma því að stærstu verkefnin sem hafa fengið úr þessum sjóði eru verkefni þar sem að skóli, frístund og leikskóli stilli saman strengi. Því að þar erum við að ná svo ótrúlega góðum árangri þar sem að við vinnum saman en byggjum ekki múra. Aðeins að lokum að þá er kannski skýrasta dæmið það hvað það borgar sig að stilla saman strengi en ekki vinna hvert í sínu lagi og það er sá árangur sem Reykjavík getur státað varðandi forvarnir og ekki óvitlaust að geta þess hér því að nú stendur yfir ráðstefna, alþjóðleg ráðstefna þar sem að fólk úr öðrum heimshlutum kemur hingað til þess að læra íslensku leiðina en það er einmitt vegna þess að síðastliðinn áratug hafa allar forvarnar aðgerðir borgarinnar miðað að því að leiða saman hesta allra þeirra sem koma að uppeldi barna og unglinga og þannig náum við árangri, ekki með því að vera hvert í sínu lagi. Það var borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er ánægjulegt að við skulum taka þetta málefni til umræðu í dag og ég þakka frummannandanum Sóleyju Tómasdóttur borgarfulltrúa fyrir það. Það er rétt hjá henni að við mættum alveg taka þessi málefni hér oftar til umræðu í þessum sal. Nú og mér hnykkti við þegar borgarfulltrúinn kom mér sem er gagnrýni á meirihlutann hér úr þessari pontu sem kemur mjög á óvart með við annan málflutningan að undanförnu. En það er að sjálfsögðu hlutverk borgarfulltrúa að skoða öll mál með gagnrýnum augum, hvort sem þeir eru meirihluta eða minnihluta og það hefur við sjálfstæðismenn líka gert. Frístundamál, ef maður talar um þau á kjörtímabilinu, þá er ekki hægt að komast hjá því að minnast á þann ófrið sem meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins hleypti þessum málum í upphafi kjörtímabilsins með því að gera miklar breytingar á stjórnun þessara mála í borginni og ég held að flestir viðurkenni það nú að þar var beitt algjörlega rangri aðferðafræði. Auðvitað vakti ekkert fyrir meirihlutanum að gera neitt óskunda að þessu leyti og allar tillögurnar sem þar voru settar fram til umræðu voru ekkert slæmar. Auðvitað miðuðu einhverja þeirra að því að efla skóla og frístundastarf í Reykjavík en hins vegar má deila með hvaða hætti þessar tillögur voru útfærðar og hvernig þær hafi síðan þróast á kjörtímabilinu. En óháð því þá held ég að allir starfsmenn skóla og frístundamála í Reykjavík hafi lagt sig fram að láta þjónustuna virka og láta þjónustuna batna og í grófum dráttum þá held ég að það hafi tekist ágætlega að spila úr þeim vanhugsuðu breytingum sem var farið í á sínum tíma. Ég held að þrátt fyrir mikið fjaðrafok með á þessu stóð þá hefur þjónustan, hún hefur
það hefur tekist að láta hana virka vel held ég í flestum hverfum borgarinnar á vettvangi skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs. Það má eiginlega segja að hún skiptist eitthvað litið ennþá milli þessara tveggja ráða. Þá hefur verið einhugur um að halda henni eins góðri og hægt er og jafnvel efla hana þar sem það á við og hafa bæði formenn skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs unnið að mörgum góðum málum í þessum ráðum og lagt sér fram það þegar það eru átt við að ná samstöðu meðal fulltrúa í meirihluta og minnihluta um þessu mál og það hefur sem betur fyrir tekist að mörgu leyti. Eitt af því sem sjálfsagt er að fjalla þegar við tölum um frístundamálin, það má ekki þráttur að við leggjum sjálfsögðu áherslu á það hefur verið lögð áhersla á þessar umræðu hér í dag frístundastarfsemi á vegum borgarinnar. Það megum við ekki gleyma því að sjálfstæðir aðilar út um alla borg gegna mjög mikilvægu hlutverki í frístundastarfi og það þurfum við borgarfulltrúar að hafa í huga og þegar slíku starfi er haldið uppi þá þurfum við þetta bæði að líta til þessar starfsemi á vegum borgarinnar en einnig á vegum þessara aðila. Það er sjálfsagt nú í lok kjörtímabilsins að líta á þau fyrirheit sem voru gefin í frístundamálum. Það má segja með þessar breytingar sem að farið út í að það að fara út í þessar breytingar, það er ekkert að saka svo sem neitt það að hann hefur verið að svíkja kosningaloforð því að það var ekkert fjallað slíka breytingar svo ég mun eftir í kosningabaráttunni. En hins vegar man ég vel eftir því að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar þeir lögðu í kosningabaráttunni fyrir 4 árum mikla áherslu á svokallaðar ódýrari frístundir og lögðu mikla áherslu á að þær yrðu gerðar ódýrari í borginni og það var fjallað svo mikið um þetta að það var sagt aftur og aftur að þetta væri eitt helsta kosningamál Samfylkingarinnar. Og þá kom oft fram í málflutningi frambjóðanda flokksins að með ódýrari frístundum þá væri átt við lækkun á kostnaði fjölskyldna vegna þátttöku barna og unglinga í uppbyggilegu frístundastarfi og markmiðið var að lækka kostnað þessara aðila og einfalda aðgengi að íþróttum, frístundum og listnámi og stefna þannig að almennari og meiri þátttöku á verði sem fleiri réðu við. Það sem gerist í eftir kosning og reynda má geta þess, ég held að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það voru en borgarfulltrúar bestaflokksins þeir gáfu einhverju loforð um það að það yrði frítt í sund eða það yrði frí handklæði, einhver svona frístundatengd loforð en þeir tóku það líka fram að þeir myndu sýkja út loforðin þannig að það eru ekki þetta herma loforðin upp á þau. En sjálfsagt að hafa því í huga núna þegar við förum í kosningabaráttu aftur og þegar að menn kvarti við því að kosningalofvörð hafi gjaldfallið og menn vilji ganga mjög hart eftir því á öllum sviðum að stjórnmálamenn standi við gefin kosningalofvörð þá er sjálfsagt að fjalla um þau kosningalofvörð sem verið gefin fyrir 4 árum hvort sem menn ætluðu sér að standa við þau eða svíkja þau. En það gerist síðan eftir kosningar að þá hófst mjög mikil hækkunarhrina hjá Reykjavíkurborg. Þessi meirihluti sem allan á einhverju fulltrúar hans fyrir kosningar höfðu sagt að þeir ætluðu að hafa frístundir ódýrari, þeir sáu síðan til þess að þátttökugjöld fyrir flestar ef ekki alla frístundir á vegum borgarinnar hækkuðu mjög. Og það má segja líka að með ýmsum hætti hafi mörg íþróttafélög í borginni verið knúin til hækkana á æfingagjöldum barna og unglinga á kjörtímabilinu þar sem samningar milli þeirra og Reykjavíkurborgar voru ekki verðbættir og framlög borgarinnar til lækkuðu verulega raungildi. Nú hefur það reynda gerst sem er ágætt mál að upphæðin sem er veitt samkvæmt frístundakortinu, hún hefur hækkað en mér segir nú svo hugur, það var ekki fróðlegt að gera úttekt á því, mér segir nú svo hugur að sú hækkun, þó að hún sé ágætt komi svona í lok kjörtímabilsins, að hún nái ekki að vega upp á móti kostnaði flestra sem það nota, þeim kostnaðarhækkanum sem hafa orðið í þessu málaflokki á kjörtímabilinu. Og það er sjálfsagt að ræða þessi mál hér og sjálfsagt að við veltum fyrir okkur nú hvort
hvort að það getur upp breytinga á næsta kjörtímabili og með hvaða hætti við stöndum að frístundamálum almennt í borginni. Annars þakka ég fyrir farið umræðurnar. Þær hafa mörgu leyti verið góðar og komið inn á fjölmörg mál sem unni hefur verið að og við höfum náð sátt og hafi verið mikilvæg þótt þau hafi vissulega ekki verið kannski mjög áberandi hér í sölunum borgarstjórnar. En við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætlum að leggja fram eftirfarandi bókun undir þessum lið. Hún hljóðar svo: Ódýrari frístundir voru eitt helsta kosningamál Samfylkingarinnar fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar. Í málflutningi frambjóðanda flokksins kom oft fram að með ódýrari frístundum væri átt við lækkun á kostnaði fjölskyldna vegna þátttöku barna og unglinga í uppbyggilegu frístundastarfi. Í viðtali við oddvita Samfylkingarinnar frá 2. mars 2010 segir til dæmis að markmið ódýrari frístunda sé að lækka kostnað fjölskyldna og einfalda aðgengi að íþróttum, frístundum og listnámi og stefna þannig að almennari og meiri þátttöku á verði sem fleiri ráði við. Í kjölfar umræddra kosningaloforða mynduðu borgarfulltrúar Samfylkingarinnar meirihluta með Besta flokknum og síðan hafa þátttökugjöld fyrir flestar ef ekki allar frístundir á vegum borgarinnar hækkað verulega. Þá hafa mörg íþróttafélög verið knúin til hækkana á æfingagjöldum barna og unglinga á kjörtímabilinu þar sem samningar milli þeirra og Reykjavíkurborgar voru ekki verðbættir og framlög borgarinnar því lækkuð verulega raungildi. Fróðlegt að sjá með hvaða hætti Samfylkingin efnir kosningaloforð sín. Já, þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einnig lokið við það að lesa upp bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir þessum dagskrárlið, en þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er leiðilegt að fylgjast með því að málflutningur borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar verður ómerkilegri eftir því sem að fylgi flokksins hans sígur neðar. Það er skemmst að minnast þess að frístundakortið á hvert barn var hækkað úr 25.000 krónum á barn í 30.000 krónur núna áramótin. Það er mjög ómaklegt. Það er mjög ómaklegt að borgarfulltrúanum að beina spjótum sínum að íþróttafélögunum og þeim sem að veita tómstundatilboð í borginni sem að horfi hverja krónu og hafa reynt að fremsta megni að láta ekki þær kostnaðarverðshækkanir sem hafa leitt af falli krónunar og verðbólgu í samfélaginu lenda á foreldrum. Það hafa verið gerðar ýmsar breytingar í íþróttafélögunum, það hafa verið teknar upp systkinaafslættir sums staðar og fleiri leiðir. Í Efra Breiðholti er ókeypis fyrir allra yngstu börnin og mér finnst bara ekki alveg sæmandi hvernig borgarfulltrúinn lætur eins og íþróttafélögin séu einhvern veginn einu fyrirbærin í samfélaginu sem þurfa ekki að fylgja verðlagi og hneykslast yfir því að þau hafi hækkað gjöldin. Mér finnst það bara ekki hægt. Þetta eru sjálfboðaliðasamtök sem gegna mjög mikilvægu hlutverki. Við höfum átt í mjög góðu samstarfi við þau og núna síðast hækkuðum við frístundakortið og ég held að það muni bara koma sér mjög vel fyrir fjölskyldur. En ef að spurningi var sú hvort að Samfylkingin og jafnaðarmenn myndu standa áfram með fjölskyldum og stuðla því að sem flestir og helst allir geti notið frístunda og enginn þurfa að hverfa þar frá vegna efnahagslegra eða félagslegra aðstæðna fjölskyldna, þá já, þá er það lykilþáttur í okkar stefnu. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, sannleikanum verður hver sárreiðastur. Það er þessi borgarfulltrúi sem ég var undan með talaði, honum ferst þegar hann talar ómerkilegan málflutning og hann kýs með ótrúlegri lagni eða lævísi að taka gagnrýni mína á Samfylkinguna ekki til sín, heldur reynir hér að fara með þau ósannindi í pontu að gagnrýni minn hafi snúið að íþróttafélögum í borginni. Það er alls ekki þannig. Gagnrýni minni var á engan hátt stefnt gegn þeim. Eins og þessi bókun ber algjörlega með sér, þá er verið að gagnrýna meirihluta Samfylkingar og Besta flokksins hér í þessum málefnum á kjörtímabilinu vegna þess að þau knúðu mörg íþróttafélög í borginni til verulegra hækkana vegna þess að þessi félög fengu stærstan hluta kjörtímabilsins ekki verðbætur á sín framlög hjá borginni. Þessi félög urðu því að mörg þeirra reynda að hagra eins og þau gátu
en þurftu eigi að síður að hækka. Því að æfingagjöldin í flestum tilvikum þurfa að standa undan kostnaði við rekstur flokkana. Þetta er bara einfalt mál og ég var auðvitað að gagnrýna menn fyrir að koma hér með loforð fyrir kosningar, Samfylkingarmenn fyrir að koma með loforð fyrir kosningar að þeir ætluðu að beita sér fyrir ódýrari frístundum, en strax eftir kosningar gripu þeir síðan til aðgerða sem höfðu það í för með sér að frístundir eru ekki ódýrari heldur dýrari. Það að reyna að snúa þeirri gagnrýni minni sem eru auðvitað beint til Samfylkingarinnar og Besta flokksins, snúa þeirri gagnrýni upp til það að ég segi gagnrýna íþróttafélögin eru auðvitað með öllu hlægilegt. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvar, þá veitir andsvaraði öðru sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég leyfði mér að færa fyrir því rök að málflutningur borgarfulltrúans væri ekki sæmandi. En ég býðst til þess að draga þau ummæli mín tilbaka ef að borgarfulltrúinn getur nefnt eina einustu gjaldskrá íþróttafélaga sem ákveðin af borginni. Bara einhverja. Fótbolta, handbolta, sundi, karate, skylmingum, fimleikum. Ef borgarfulltrúinn getur nefnt einhverja einustu gjaldskrá á þessu sviði sem ákveðin af Reykjavíkurborg, þá skulle draga það tilbaka hann hafa verið að beina spjótum sínum með íþróttafélögunum. Vegna þess að það sem hann var að gera var að vinda sér lipurlega milli hlutana og gera íþróttafélögin ábyrg fyrir verðbólgunni sem leiddi af hruninu og falli krónunnar og svo framvegis, þegar staðreyndin er sú að íþróttafélögin hafa eins og þau hafa getað staðið með fjölskyldum og notendum, iðkendum, hafa farið í bæði vinnu með borginni að því að lækka kostnað, auka fjáröflun fyrir íþróttaferðum og svo framvegis og taka upp systkinaafslætti og annað, en Reykjavíkurborg kemur ekki að ákvörðunum á einni einustu gjaldskrá. Þar sem Reykjavíkurborg ákveður, það er hversu há fjárhæð er á frístundakortinu og frístundakortið var hækkað 20% síðustu áramót. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, auðvitað vitum við Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi það báðir að borgin ákveður ekki beint gjaldskrár íþróttafélaga. Hins vegar gerir borgin það óbeint með ýmsum hætti. Þegar að borgin fristir framlög til íþróttafélaga og verðbætir þau ekki, eins og var gert stærstan hluta kjörtímabilsins, verðbætir ekki framlög sem standa undir launum íþróttafulltrúa hjá íþróttafélögum sem skipuleggja barna- og unglingastarfið og svo framvegis, þá geta verið íþróttafélögin í raun valið tvennt. Hætta þessu starfi, skera niður í þjónustunni eða hækka gjöldin. Og þegar að borgin dregur saman framlögin að raungildi en allt hækkar í þjóðfélaginu, þá neyðast íþróttafélögin til þess að velta þessu út í verðlagið. Hefði borgin hins vegar látið framlögin halda sér, þá hefði félögin ekki verið knúin til þess að velta þessu út í verðlagið. Þannig er það nú bara. Hins vegar þá eru aðra gjaldskrár sem borgin auðvitað ákveður beint og það eru gjaldskrár fyrir frístundastarf á vegum borgarinnar. Og þá getum við sagt bara það er gjald í sundlaugar, á siglinganámskeið, á ýmislegt verið sem notum sem tjára og gegna. Það eru fjölmargir liðir og það er gjaldskrár hækkuðu verulega. Það er sem sagt bein ákvörðun borgarinnar. Og hafi Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi verið að kalla eftir því að við myndum skoða hverjar slíkar hækkanir hafa orðið, þá held ég að það sé bara mjög góð hugmynd hjá honum. Og þá held ég að væri bara tilfelli þess að við óskum eftir þessum upplýsingum fyrir næsta borgarstjórnarfund og förum bara yfir þar. Þá bara sjáum við svart á hvítu hvaða hækkanir það eru sem borgin beinlínis hefur borið ábyrgð á og ákveður sjálf í þessu umræddu frístundastarfi. Ég held að við hefum bara geta sameinast það að setja það ágæta mál hér á dagskrá á næsta fund. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvar öðru sinni og þá er síðastur á mælendaskrá. Já, þá hafa fulltrúar Besta flokksins, Bjartrar framtíðar
og Samfylkingarinnar áskilur sér rétt til bókunar undir þessum lið. Borgarfulltrúi Sóli Tómas gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég byrja að þakka fyrir umræðu sem hefur verið svona mestu leyti góð og jákvæð og vil brýna okkur í að taka svona umræður áfram og oftar að þetta skiptir máli. Ég ætla að fara aðeins yfir það sem að borgarfulltrúar hafa talað hér í dag og byrja á að bregðast aðeins við því sem borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir sagði. Sko, það og þá nú reyndar líka við borgarfulltrúi Oddnýju Sturludóttur. Ég hef ekki haldið því fram að þau geti fengið ræðuna mín að senda að hér hafi verið algjör stöðnun. Síður en svo. En það eitthvað sem hefur ekki gengið eins og það ætti að gera. Auðvitað hafa málin þróast, skárra væri það nú á 7 árum, eins og ég var að tala þetta 7 ára tímabil, hefði getað tekið eitthvað annað tímabil, hefði getað tekið bara þetta kjörtímabil. Auðvitað þróast mál eitthvað áfram og það margt gott sem að að gerast í borginni. Það nú bara eðli einhvern veginn svona umræðuna að maður talar það sem að betur mætti fara frekar heldur en það sem að hefur verið vel gert, vegna þess að við þurfum að laga það sem að betur mætti fara. Þess vegna fór ég sérstaklega yfir það og ég nefndi þarna sérstaklega 3 atriði sem ég hef verulegar áhyggjur af og svo stjórnsýsluleg staða málaflokksins í raun og veru. Það alveg rétt eins og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir sagði, það verið að gera eitthvað í málefnum 16+ en ekki nægilega mikið. Fyrst og fremst vandinn sá að þetta hefur ekki verið viðurkennt sem viðfangsefni þannig að framþróunin á sér ekki stað og það það sem vont. Þau alltaf að glíma við að fá 1 milljón hér eða 1 milljón þar og geta einhvern veginn rekið þetta í einhvern tíma en þau geta ekki leyft sér að horfa fram á veginn og hugsa ok, svona ætlum við að hafa þetta eftir 5 ár, við ætlum að þróa þetta í einhverja átt. Vegna þess að þau vita ekki hvort þau eiga pening eftir mánuð og það vont. Fjármunirnir, eins og Eva Einarsdóttir kom inn og hún sagði að það væri vissulega vont að það væri ekki nægilega miklir fjármunir í þessu en það hefði bara verið fjármunir á skornum skammti hjá borginni, það alveg rétt. En það kostar líka að spara, það kostar mjög mikið að spara þegar við kemur ungu fólki og þetta veit borgarfulltrúinn og við eigum að setja peninga frekar í forvarnir heldur en viðbrögð við vandamálu. Talandi viðbrögð við vandamálum og þá var Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá sem að fór yfir stöðuna hjá velferðarsviði. Ég vil byrja að segja sko, eins og borgarfulltrúin sagði, hún sagði frístundir eru mikilvægar og þær eiga heima á öllum sviðum borgarinnar. Það eitthvað sem við höfum rætt einhvern tímann? Þetta ekki viðbrögð við vangaveltum mínum hér í dag og vangaveltum sem við höfum einhvern tímann átt sér stað? Við höfum aldrei tekið upplýsta ákvörðun að frístundir eiga að vera á öllum sviðum borgarinnar. Þær hafa bara einhvern veginn þvælst á milli og flækst hingað og þangað. Það að eldri borgarar vilji geta sótt alla þjónustu á einn stað bara mjög skrítið. Þá ættu þeir, eins og borgarfulltrúin sagði sjálf, að þurfa að sækja sundlaugarnar til velferðarsviðs líka og fara einhverjar sér velferðarsundlaugar ef að það væri þannig að velferðarsvið ætti að sjá alla þjónustuna þeirra. Það ekki þannig. Við viljum geta, ef við ætlum að sinna almennilegri frístund og þjónustu, að þá á það ekkert að koma málinu við hver það sem að sinna því. Við viljum bara að fagfólk frítímans geti séð þetta alveg sama hvort að það gamalt fólk eða ungt. Nú ég aðeins að reyna að muna rifja upp og reyna að muna. Aðalmálið að þróunin hefur ekki verið í takt við og anda þróun frístundafræðanna og þá kem ég aftur á borgarfulltrúi Oddnýju Sturludóttur sem að fékk þann heiður að fá að stýra þarna málþingi þann 15. apríl 2013. Síðan hefur heilmikið gerst, meira að segja. Það alveg ótrúlega hröð þróun í þessari fagstétt og innan þessari fræðigreinar og það eitthvað sem við verðum að fylgjast með og taka mark á. Ég vil ítreka það sem ég sagði varðandi það sem Eva Einarsdóttir talaði Ég var ekki að segja að það hefði ekkert breyst og auðvitað rakti borgarfulltrúin hér ýmislegt gott sem að hefur gerst en þetta þrennt sem ég nefndi og sem að borgarfulltrúin brást aðeins við, hún sagði að það ætti ekki að að það væri, já, bara meira sett aldrei alvarlegt þar sem borgarfulltrúin sagði að við vitum það núna að fólk vilji meira 5. til 7. bekkarstarf, að foreldrar hefðu kallað eftir því í könnunum. Það bara mjög alvarlegt að borgarfulltrúin skuli segja þetta vegna þess að þetta búið að vera alveg ljóst frá því 2005 allavegana. Og það að þetta komið fram í einhverju könnun til marks að það hefur ekki, og að það sé einhvern veginn svo vitneskja sem að þurfi til marks að það sé ekki hlustað á fagfólkið. Fagfólkið hefur kallað eftir þessu frá allavega árinu 2005, örugglega lengur. Og það ekki gott að við séum átt okkur á því núna að það sé þörf fyrir hendi. Og það að þurfa að auglýsa þetta betur kemur málinu ekkert við.
bara ekki neitt. Það þarf alveg eins með 5. til 7. bekkjarstarfið, eins og 16+ starfið, að vera einhver framtíðarsýn í gangi og svo framtíðarsýn verður ekki til nema fólk viti að það sé fjármagn til framtíðar innan málaflokk þannig að hægt sé að þróa þetta og vinna með það áfram. Sama gildur það sem borgarfulltrúinn sagði frístundastarf án aðgreiningar. Hún fór vissulega rétt með þegar að tala var að nemendur í Klettaskóla tækju aukinn þátt í viðburðum á vegum frístundaviðburðum, samfestingnum og einhverju fleiru. En það var ekki það sem ég var að gagnrýna, heldur það að krakkar sem eru í almenna skólakerfinu og eru þar með í almennri frístund upp að 4. bekk, þau fá ekki stuðning inn í almenna frístund eftir 4. bekk. Þetta er alvarlegt vandamál sem við verðum að bregðast við og það hefur ekki verið gert á þeim 7 árum sem ég var að rekja hérna í máli mínu áðan. Mér langar til þess að segja að það að ég gagnrýni þá þróun sem að hefur annarkvort ekki eða hægt átt sér stað, það þýðir ekki að ég hafi sagt algjör á stöðnun og það þýðir ekki að það sé allt ómögulegt og mér finnst dálítið sárt að sjá að borgarfulltrúar meirihlutans skuli ekki vera tilbúin til þess að horfast bara í augu við að það er hægt að gera betur. Að það skuli einhvern veginn hrökkva í svona varnargír og tala að það að ég sjá ekki að eitthvað sé almennilegt eða það að ég bendi á að eitthvað sé ekki almennilega gert þýðir einhvern veginn að það sé allt ómögulegt. Það er ekki þannig. Ef maður fær á sig gagnrýni þá verður maður bara að segja já, það er rétt, við þurfum að gera betur og við getum gert betur og við skulum bara fara í að vinna það. Vegna þess að mér finnst viðbrögðin vera svolítið svona einhvern veginn, já, óþarfa varnarkennt, verði ég að segja. En það getur vel verið að ég hafi upplifað það einhvern veginn. Vitlaust allavega gefa viðbrögð borgarfulltrúanna hér svona sjónrænt til kynna að þær séu alls ekki neinni vörn. Og nú kom ég meira sér í veg fyrir andsvar sem er gott og stytti umræðuna. Allavega, það er raunverulegt vandamál að við séum ekki að hlusta nægilega vel á fagfólkið og ég mun leggja áherslu á að við gerum það í ríkari mæli. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er undrandi yfir því að ég gagnrýni meirihlutann enda fullyrt hann hér fyrir í dag að ég væri sjálfskipaður blaðafulltrúi Bestaflokks / Bjartrar framtíðar og Samfylkingar. Það er leiðinlegt að árið 2014 skuli borgarfulltrúar ekki enn vera farnir að átta sig á mikilvægi málefnalegrar umræðu, á mikilvægi þess að kjörnir fulltrúar standi með stefnu sinni og hugsjónum, á mikilvægi þess að styðja góð mál hvaðan sem þau koma og á mikilvægi þess að standa gegn vondum málum sama hvaðan þau koma. Af þessu tilefni langar mig til að vitna í fyrrverandi borgarstjóra með leyfi forseta. Þó ég segi sjálfur frá þá stóð ég mig ekki illa í stjórnarandstöðu í borginni áður en ég varð borgarstjóri. Ég þótti jafnvel ósvífin og kosningabaráttan sem stóð frá 1980 til 1982 var mjög hörð. Ég gerði öll mál tortryggileg og fylgdi þeirri reglu veiðimannsins að maður má ekki einungis kasta flugu sem manni finnst falleg því að maður veit aldrei hvaða flugu laxinn tekur. Ég tók því upp öll mál, jafnvel þó að ég væri í hjarta mínu samþykkur þeim, ég hjólaði í þau því ég leit á stjórnarandstöðu sem stjórnarandstöðu. Þetta viðhorf, tilvitnun lýkur, forseti. Þetta viðhorf virðist enn vera við lýði í Valhöll. Því miður, því það er vont fyrir Sjálfstæðisflokkinn, það er vont fyrir stjórnmálin og það er vont fyrir borgarbúa. Að þessu sögðu ítreka ég mikilvægi þess að við tökum höndum saman það að skilgreina og standa með frístundinni, að við hlustum á fagfólk, að við tökum mið af þörfum borgarbúa. Að því að við vinnum í þágu Reykvíkinga, tökum hagsmuni Reykvíkinga fram yfir persónulegan og pólitískan metnað okkar sjálfra. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þá einkunn sem Sóley Tómasdóttir gaf ræðu minni og málflutningi hér áðan og þykir leitt að hún skuli einhvern veginn ekki ætla að komast yfir áhrif eins ágæts stjórnmálamann sem reyndar hættur í stjórnmálum og ekki lengur hér í þessum sal, var hérna á sínum tíma eða reyndar í öðru ráðhúsi og síðan á Alþingi. Og það er sjálfsögðu bara ágætt ef hún vitnar sem oftast í hann því það er greinilegt að hann hefur haft mikið áhrif á hennar pólitíska líf og hugsanir en aðeins út af því að það sem var verið að gefa þér skinn að ég færi öll mál og kastaði ýmsum flugum að þá vil ég bara ítreka hér og ég tel að borgarfulltrúinn hafi verið með nokkra valkvæða hlustun í gangi þegar hún hlustaði á mína ræðu vegna þess að
Í minni ræðu hér áðan þá hrósaði ég að mörgu leyti því starfi sem hefur verið unnið á vettvangi borgarstjórnar að frístundamálum á kjörtímabilinu. Hrósaði formanni skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs að nokkur leyti fyrir ýmis störf þeirra að frístundamálum á kjörtímabilinu. Sjálfsagt að geta þess sem gott er gert og ég gerði það hér áðan. Og ég fjallaði sérstaklega það að það væri mörg mál á vettvangi frístundarinnar sem við borgarfulltrúar í meirihluta og minnihluta hefum getað sameinast og það væri auðvitað mjög gott. En svo kom ég hér inn á mál sem ég taldi að væri tvímælalaust hægt að gagnrýna borgarfulltrúa og meirihlutans fyrir og þá sérstaklega Samfylkingarinnar og mátti svo sem búast við því að leið og ég var ekki að gagnrýna borgarfulltrúa Vinstri grænna en ég hefði varla sleppt orðinu þegar hann kvaddi sér hljóðs og tók þá hér til öflugra varna fyrir Samfylkinguna og það mátti svo sem búast við því. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er ekki að grípa til varnar fyrir Samfylkingu eða Bjarta framtíð / Besta flokk eða hvað það er sem að borgarfulltrúin er að gera mér upp. Ég stend fyrir ákveðnar hugsanir, ákveðnar skoðanir og ákveðna stefnu og ég stend með henni, jafnvel þó að einhverjir aðrir séu mér stundum sammála. Jafnvel þó að ég sé í minnihluta og jafnvel þó að ég sé í minnihluta með Sjálfstæðisflokknum. Stundum hef ég verið sammála Sjálfstæðisflokknum og ég skammast mér ekkert fyrir það. Það gerist reyndar mjög sjaldan. En ég er stundum sammála Sjálfstæðisflokknum. Og það væri gott ef að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson myndi kannski leyfa mér að tala á meðan ég er í pontu. Ég er á því að það sé mun meiri jafnvel ábyrgðarstaða eða mun meira ábyrgðarhlutverk að vera í minnihluta heldur en meirihluta þegar kemur að lýðræði og samráði og samstarfi. Það er rosalega freistandi fyrir borgarfulltrúa í minnihluta að standa gegn öllu því sem að gert er af hálfu meirihlutans, en það er ekki neinum til framdráttar, ekki borgarfulltrúanum, hvorki í minnihluta né meirihluta. Það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk taki afstöðu með og móti málum eftir því hvað sannfæring þeirra segir þeim, en ekki hvort að það er í meiri eða minnihluta eða hvort það er að nálgast kosningar eða ekki. Ég ætla að standa með þessu og ef borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur eitthvað við það að þá verður hann að eiga það við sig. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárliði og telst umræðu lokið. Ég ítreka ef að fólk ætlar að bóka að hvort að fulltrúar Besta flokksins / og Samfylkingarinnar ætla að hingra með þangað til lok fundar. Já. Þannig að þá er þessum dagskrárliði lokið og við förum í 4. dagskrárlið sem er